Þá það annað dagskrárliður, Torfanesbryggja, bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Hér erindi dagsett 23. nóvember 2017, þar sem Ómar Ívarsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands sækir heimild til að leggja fram breytt deiluskipulag fyrir miðbæ Akureyrar. Breytingin felst í stækkun Torfanesbryggju. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu breytingu á deiluskipulagi. Tillagan dagsett 14. febrúar 2018 og unnin af Ómar Ívarssyni hjá Landslagi. Skipulagsráð leggur áherslu á að í deiluskipulaginu skuli vera ákvæði almennt skuli vera fullt aðgengi að bryggjunni. Lokunum skal beitt í undantekningatilfellum. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan þannig breytt verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að vera stuttur en mér langaði að lesa upp fyrir ykkur bókun sem að Edvard H. Hæbens fyrir hönd okkar í Vinstri grænum óskaði bóka það á þessum fundi skipulagsráðs og vil ég bara gjarnan gera þessa bókun að minni undir þessum lið. Eðlilegt væri að meta umhverfisáhrif af fyrirhugaðri hafnarframkvæmd. Ekki það síst til að meta umfang loftmengunar á skemmtiferðaskipum sem fyrirhugað að nýti viðlegukantinn. Helst verða það minni skip, svokölluð könnuðaskip, sem vill svo til að eru jafnan meðal þeirrar elstu sem að sækja Ísland heim. Vegna aldurs og stærðar eru sísta líkur á mengunarvörnum borð og mengun þannig hlutfallslega verst frá þessum skipum. Erlendis eru staðfestar mælingar á til dæmis nitróxíði yfir heilsuverndarmörkum í útblæstri skipa og engin ástæða til að ætla að málum sé öðru sé fari hér við land. Svokölluð könnuðaskip eru einnig líkleg til að dverjast lengur í höfn, jafnvel 1 til 2 nætur og því staðbundin mengun enn meiri. Þetta verður að teljast sérstakt áhyggjuefni vegna nálægðar byggðar við Austurbrú og vegna fyrirhugaðar byggðar á Skipagötureitt. Þessu verður að gera ítarlega grein fyrir og þá samhliða hvaða mótsvægisaðgerða skal grípa til svo sem viðvarandi mælinga og rafmagnstengingar við land. Auk þessa þarf að gera vandlega grein fyrir hvernig móttöku úrgangs verður háttað á þessum viðlegukanti. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sitt sem áheyrnarfulltrúi í skipulagsnefnd og ætla það bara aðeins að fara nokkrum orðum þetta. Það var tölur umræða þetta í skipulagsnefndinni og kannski sérstaklega að þarna verið að breikka bryggjuna aðeins og gera hana hæfari til að taka við minni skipum og skemmtiferðaskip þurfa að falla undir svokallaða hafnarvernd, þannig að venjulega kemur svona landamæragirðing á svona höfnum og það nú sérstaklega tiltekið hjá okkur að við höfum ekki áhuga á að fá slíkar girðingar þarna niður í miðbæinn. En hafnaryfirvöld sannfæra okkur það að það væri hægt að vera með bara létta litla girðingu en meiri gæslu á móti, þannig að þetta ætti ekki að svona verða lítið þarna niður í bæ að sé einhver landamæragirðing á bryggjunni. Og það var líka að rætta aðeins hvort þessi framkvæmd ætti að fara í umhverfismat eða ekki og það náttúrulega mengun frá þessum skipum eins og Sóley bæjarfulltrúi var að nefna hérna áðan. Við erum reyndar mest í sunnanátt og norðanátt þannig að það kannski helst íbúar Eyrarinnar sem myndu fá mengun yfir sig í sunnanátt en norðanáttin ætti að gera það verkum að útblástur frá þessum skipum fari bara beint suður. En að mörguleyti spennandi að fá skip á þennan stað og það sem þú getur labbað sem farþegi af skemmtiferðaskipi beint inn í bæ. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Ég vil gera umtalsefni þessa bókun sem að bæjarfulltrúi Sóley Björk var að vitna til. Má kannski skipta henni í 3 megin þætti. Það er fyrsta lagi umhverfismat, síðan mengun og í 3. lagi móttöku á úrgangi. Fyrst varðandi umhverfismatið að þá er það mat þeirra sem best þekkja þessa framkvæmd, að þetta sé framkvæmd sem er fallin svo kallan C-flokk. Þarna hefur verið móttaka á skipum og skemmtiferðaskipum síðan þessi höfnunar byggð 1907 og endurbyggð 1970. Hver man ekki eftir Regínu Maris fyrir 40 árum eða 50 árum síðan. Þannig að þarna er löng hefð fyrir móttöku og það starfsemi að þessu tagi, þetta er ekki nýframkvæmd af neinu tagi. Þannig að þetta fellur undir eðlilega þróun og viðhald á þeim hafnarmannvirkjum sem að til eru og þarf þess vegna ekki umhverfismat heldur einungis samþykki sveitarstjórnar og það á alveg að vera nægilegt. Í öðru lagi varðandi mengunina, ég get ekki alveg tekið undir það að þessi skip endilega mengi mikið meira heldur en önnur. Það er misjamt eins og skipin eru mörg, nýjustu skipin eru meira og minna farin að vera knúin á náttúrugasi sem er mjög lítil mengun af. Síðan er það líka önnur staðreynd að í þessu nýja deiliskipulagi eða þessari tillögu er gert ráð fyrir landtengibúnaði og þetta eru væntanlega fyrstu skipin sem við getum landtengt og munum væntanlega geta gert það með tiltölulega einföldum hætti, þau eru ekki stærri en það. Þannig að væntanlega verða þessi skip sem að þarna verða þau vera landtengt, þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af neinni mengun þannig að hvort heldur er gömul eða ný skip. Og í þessu deiliskipulagi er einmitt gert ráð fyrir mannvirki á svæðinu sem að gerir landtengingu mögulega. Í 3. lagi varðandi úrganga þá er þjónusta við þessi skip undir nákvæmlega sömu reglum og allstaðar annars staðar hjá höfninni. Það er mjög góð regla á móttöku og úrgangi, fylgir ströngu reglum, þetta er undir ströngu eftirliti frá Umhverfisstofnun, þannig að þarna verða ekki neinar aðrar reglur heldur en annars staðar á höfninni. Þannig að ég legg til að þessi, það fyrir þetta í auglýsingu, en að við séum ekki að tefja þetta mál með því að setja það í umhverfismat. Það einfaldlega er allt og dýrt fyrir bæinn og tekur á langan tíma og er algjörlega óþarft. Ég sé líka fyrir mér að fá þessi skip á þennan stað, það er alveg rétt stundum stoppað þessi skip lengur heldur en önnur. Þannig að ég sé fyrir mér að þessi skip sem að kannski stoppa yfir nótt að þetta geti bara verið líflegt fyrir bæinn okkar að fá farþegana þarna til að lífga upp á miðbæinn okkar á björtum sumarkvöldum. Nú annars líka með landamæraeftirlitið, það hefur verið talað að eins og bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur benti hér á áðan að það er gert annarkvort með færanlegum girðingum sem eru teknar niður eða með auknum mannafla og minni girðingum eða einhvers konar keðjum eða einhverju slíkur sem eru sett upp bara fyrir það tilefni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur beðið um orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara koma hérna upp til þess að nefna það að það er alveg rétt sem bæjarfulltrúi Baldvin segir, það er ekki gerð krafa umhverfismat á þessari framkvæmd og það er okkur þess vegna sem við erum að leggja fram þessa bókun vegna þess að það sé ekki lögbundin krafa umhverfismat gerir ekki umhverfismat að slæmri hugmynd og ekki heldur fyrir fyrirtæki sjálft en sérstaklega ekki heldur fyrir fyrirtæki sjálft sem er í eigu Akureyrarbæjar sem að hugsar þessi mál meira heldur en önnur fyrirtæki út frá tveimur hliðum, það er að segja rekstri fyrirtækis annars vegar og hins vegar svona umhverfi og svona velmegun íbúana. Þannig að það er bara alveg hárrétt, þetta er ekki lögbundið, en hins vegar þá er það bara þannig að umhverfismat er bara gott í sjálfu sér og það er gott fyrir okkur að þekkja til þess sem við erum að fara á stað með og þeirra framkvæmda og hvaða áhrif þau hafa. Vegna þess að umhverfismat, það þarf ekkert að þýða, það er ekkert sjálfkrafa að það sé mikil mengun, eins og bæjarfulltrúi Baldvin bendir á, ég meina getur vel verið að þessi vinna að tengja þessi skip við rafmagn og það er bara mjög gott en þá kemur það líka fram í umhverfismatinu. Þetta er bara meira og faglegri vinna
og meiri virðing fyrir umhverfinu sem að umhverfismat felur í sér. Það er alveg hægt að taka þá ákvörðun einhliða á þess að þessi lögbundin skylda að fara í umhverfismat. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur beðið orðið. Forseti og getur bæjarfulltrúar, örstutt ansvar. Ég einfaldlega treysti mjög vel þeim sérfræðingum sem hafa verið fengnir til þess að skoða þessa framkvæmd sem eru á vegagerðinni og sérstökum skipulagssérfræðingum, auk starfsmanna hafnarinnar og embættismanna bæjarins. Ég tel það algjörlega nægilegt til þess að það verið tryggt að þessi framkvæmd verið rétt og vel framkvæmd. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt að þetta fari í auglýsingu, við sem skefum merki. Það eru 10 sem eru á móti, 1 situr já.